Halló Fásis.is, nú erum við komin hér í Hörpuna með Ernu og Magnús en þau eru að fara að syngja í söngvakeppnina á laugardaginn, lag sem heitir Ótöluð orð og er eftir þau sjálf. Við ætlum að spyrja Ernu og Magnús hvort að þau höndla að vera Eurovision-stjörnur í 2 vikur í Stokkólmi í maí og þá er það bara fyrsta spurningin. Þið eru búin að tróða upp á Norræna kvöldinu á föstudagskvöldi á skemmtun, svo tróðuð upp hjá íslenska sendiherranum á laugardagskvöldi og annarri skemmtun og svo er hringt frá aðal skemmtistaðnum Euroclub svo kallaða á sunnudegi og þeir eru beðin að tróða upp á miðnætti og þeir eru frekar þreytt og þeir eru frekar aum í röddinni. Hverju svarið þið? Við myndum bara sjálfsögðu... Við segjum já, sko. Við myndum taka bara að dempa það niður útgáfa af laginu. Já, búið til nýja útgáfu. Þurfum ekki að reyna mikið á röddina, sko. Já. Tökum bara rólega útgáfa af laginu. Drekkum mikið af mjólk og hunangi. Sjálfsögðu. Fyrst æfingi í Stokkólmi hjá okkur á sviðinu, hún gekk alveg hörmulega. Sænska tæknikrúið er bara út úr myndinni, hljóðið er rangt og myndvislan var mjög vond og þið lappið inn á blaðamannafund með 100 manns á eftir og þeir eru strax spurð hvort að æfingin hafi ekki gengið rosalega vel. Hvað segið þið? Hún gekk ágætlega þótt þessu einhverju hluti sem hætti laga Ég myndi ekki að segja hún hefði bara gengið samt vel. Já, og kannski bara komum inn á svona, já, þessi einn og einn punktur sem hætti laga, sko, en við förum bara yfir það bara. En við segjum hún gekk mjög vel. Ok. Það fá eitthvað frekara spurningar út í það. Ok, hún gekk bara mjög vel. Ja. Nú eru Eurovision keppendur oft beðnir að taka eitthvað svona lög á blaðamannafundum og svona á svæðinu. Oft náttúrulega mjög vinsælt að taka Eurovision lög. Hvaða lag myndið þið taka? Goodbye to yesterday. Já. Ísland 2015. Jónatan Garðarsson sem er leiðtogi hópsins úti, hann er oft mjög með stífa dagskrá fyrir keppendurnar, oft þannig að það er sjaldan pláss til þess að fara á klósettið. Og nú eru þið ekki búin að fara á klósettið í 7 klukkutíma og alveg í spreng að pissa og nú koma 10 spænskir alveg bandbrjálæðir aðdáendur til ykkar og vilja taka selfie með ykkur. Hvað segið þið þá? Bara... Við tökum selfie-na. Sjálfsögðu. Og bara pissum á okkur ef þarf. Já, Við tökum selfie-na. Allt fyrir fólkið. Allt fyrir fólkið, börnin. Nú eru Rússar að æfa á sviðinu og það er púað á rússneska keppandann og það blakta regnbogafanar. Og það vill svo til að þið eru akkurat stödd og blaðamannafundi þegar þetta gerist og sá í sjónvarpinu að þetta er eiga sér stað og þeir eru spurð hvað ykkur finnst þetta pú. Hverju svarið þið þá? Já, þessir rússnesku flytjendur eru náttúrulega ekki talsmenn þjóðarinnar. Já, það er bara frekar ósanngjarnt að það sé púað á hann fyrir eitthvað sem er ekki í hans valdi. Þá er Krister Björkman búinn að hringja í Ernu og Magnús og þau eru komin áfram upp úr undanriðlinum 10. maí og hann hringir og biður að taka þátt í opnunaratriði fyrir Eurovision og biður að koma á rétta dansæfingu. Hefur að sjá hvernig þau leysa það úr hendi? Making me wait for a distant cruise. You say you love